Já, komið sæl, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í kvöld erum við að tala við hana Kristbjörgu Evu Andersen Ramos sem nýkjörinn formaður ungra sósíalista. Hún hérna hjá okkur. Sæl, Krista. Hæ. Takk fyrir að koma. Já, það var lítið. Gaman að fá þig til hamingju með kjörinn. Takk hérlega fyrir. Geturðu sagt okkur aðeins frá svona hver eru helstu, hvað maður að segja, stefnumálin eða svona helstu aðgerðir sem ungir sósíalistar eru að stefna núna á næstunni? Já, heldur betur. Við erum búin að vera núna bara frá því fyrsta stjórnin kom saman erum við búin að vera að plana viðburði, sérstaklega viðburði til þess að koma okkur aðeins á kortið. Náttúrulega fyrst og fremst markmiðið alltaf að fá fleiri inn og við fengum svo marga nýliða á síðasta fund að það var bara æðislegt að sjá hvað áhuginn rosalega mikill til staðar hjá ungu fólki sérstaklega og það bara alltaf ánægilegt þegar fleiri koma og vilja deila með okkur hugmyndafræði sósíalista. Já, mjög gaman að sjá alveg, það var 4 eða 5 sem komu nýinn. Já, nefnilega. Og við erum með nýjan varaforsetann Einar. Já. Hann kom svolítið bara inn á götunni inn á aðalfundinum, við þekktum hann ekki en ekki neitt. Hann var með í alþingiskosningunum og svona. Já, algjörlega. Já, hlakka til að kynna sem öllum bara mikið betur og ég held að þetta væri bara ánægileg stjórn. Við erum að fara að hanna merki og við erum að fara að búið til Já, algjörlega. Nú þegar þú talar þessi merki og kannski nefni ég mitt þessa logokeppni sem við erum að fara að starta núna bara á næsta fund, þá ætlum við að búa til mitt auglýsingu. Við erum sem sagt við þurfum að finna logo fyrir unga sósíalista, Róða, sem nafnið á ungliðahreyfingun okkar. Þessi logokeppni bara fyrir allir mega senda inn einhverja hugmyndir, það þarf ekki að vera tilbúnar myndir, þetta má vera bara uppkasta einhverju og svo munum við náttúrulega velja þá hugmynd sem okkur líst best á og fyrir þann aðila sem við veljum hugmyndina frá, hann mun fá bara veglegan vinning. Já. Fyrir það. Við erum að pæla að það sé upp á 10.000 kall, sá sem fær valið. Spennandi. Já, við erum mjög spennt fyrir þessu og við vonum bara að sem flestir vilja taka þátt í þessu að því, já, það svolítið sorglegt að vera ekki með logo. Svolítið tómlegt. Sama á flokkurinn eins og sko. Já, einmitt. Það þið skapandi týpur að núti endilega bara sendið á okkur ungiratt.sosialistaflokkurinn.is eða eru með hugmyndir eða búin að henda ykkur upp að bara og það má senda inn fleiri en eitt. Já, bara endilega hendið inn öllu sem ykkur dettur í hug. Við viljum bara flóru af hugmyndum. Ég heyrði ykkur tala að nota bláberjalingið inn í merkinu. Já, það er góði punktur nefnilega og ég held að ykkur gerir það og fær hann svolítið stig hjá okkur. Þorlega, það myndi skorja mér allavega. Já, þetta þarf náttúrulega að vera í sósíalískum stíl. Einmitt. Akkurat. En þá, og við erum líka með bíókvöldplanið? Já, fyrsta bíókvöldu okkar, það planað við ætlum að hafa það 24. september, laugardagur. Við erum ennþá ekki komið alveg fastan tíma. Við erum ennþá aðeins að vinna í þessum viðburði en myndin sem varð fyrir valinu The Death of Stalin. Svo það verða létta veitingar í boði og mögulega pizza. Já, svo bara ég mæli með fyrir alla til að koma bara ef þið hafið ekki farið á fundi áður þá þetta bara tilvalið leið til þess að kynnast okkur stjórninni og fleiri fólki sem vilja koma og já, við munum byrja á því að ræða aðeins myndina annarkvort í byrjun eða lokin og svo verður þetta bara létt spjall og allir kynnast. Og þetta mjög fyndin mynd en líka við svona ákveðin hátt sannsöguleg. Já. Hvernig þegar Stalin var að deyja og allir embættismennirnir og þeir sem eru næst valdinu og honum er alveg svona að setja síðstellingar til að taka á móti valdinu öllu Já, mjög spennandi mynd Ég hef ekki séð hana samt en ég hlakka til að sjá hana. Hún góð. En svo bara til að ljúka þessu rappi öllu þá fundur hjá okkur á morgun kl. 6 og það allir velkomnir að koma og taka með þátt í stað. Nei, heyrðu, það komið nýr tími. Nú, já, ok. Við ætlum að hafa hann kl. 8 á morgun. Já. Okay. Já, og það á fundinu munum við að ræða betur þessa logokeppni, munum setja allar upplýsingar þessa keppni á Facebook, á Instagramið okkar, Róði,
ungir sósíalistar og svo munum við með ræða bíókvöldið og mögulega gera event fyrir það og svo verður bara létt spjall eins og alltaf á þessum fundum, bara að kynna skort öðru og svona. Þetta er 50-50 spjall og einhver undirbúningur á einhverjum viðburðum. Já, það er það sem ég fíla það svo mikið við þess að fundi, þetta er ekki allt svo ótrúlega formlegt, við erum líka þarna til þess að vera saman og vera social og eitthvað svona. Og það er kannski það sem að unglegar hreyfingar snúast er að byggja félagslíf og líka standa í einhverjum svona aðgerðum. Algjörlega. Menntun. En ef við fyrir aðeins að út í svona hvaðan þú ert að koma, byrjaður að vera pólitískt meðvituð snemma eða svona byrjaður að vera virk innan sósíalista fyrir löngum tíma? Ég myndi segja að það byrjaði náttúrulega bara allt frá því ég var barn vegna þess að móðir mín kemur frá Ekvador og hún kemur úr mikilli fátækt þar og hún hefur alltaf einhvern veginn svona plantað inn svona þessari hugmyndafræði það að það er ekki allir sem eiga nóg og fyrir þá sem eiga ekki nóg þá þarf þú alltaf að vera til staðar fyrir aðra og það er erfitt að eiga ekki fyrir grunnþörfum eins og mamma mín ólst upp með svo hún hefur virkilega kennt mér bara að vera þakklát fyrir það sem ég á og vera einmitt bara ekki vanþakklát fyrir það sem ég hef og út frá því þá komu alls konar svona félagslega hugmyndir hvernig bara samfélag á að vera og það að það bara gengur ekki að það sé fólk sem lifir í fátækt að bara það er bara svo mannskemmandi og ég held bara að þetta var imprentað í hausinn á mig bara rosalega snemma vegna þess að lifa á Íslandi er allt annað en að lifa í Ekvador og það er bara erfitt að vita að móðir sín þurfti að ganga í gegnum svona líf en svo á sama tíma veit maður að það er fullt af öðrum fjölskyldum sem er að ganga í gegnum þetta á hverjum einasta degi og það er bara einhvern maður finnur bara svo til og ef að ég er í stöðu til þess að geta gert eitthvað í því þá náttúrulega bara ger ég það mér finnst það bara að vera mín svona hvað kallast þetta bara borgarleg skylda einmitt, akkurat og þannig finnst mér ég hafa náð mjög mikla samleið með sósíalískri hugmyndafræði og ég hef verið rosalega mikið í pólitík, verið svona að hugsa svona hvar leiðir mínar liggja og með hverjum ég á samleið með að því fyrir sósíalistaflokkin þá vissi ég ekkert hvar ég ætti að vera. Mér fannst eins og enginn einhvern veginn representaði mig og mína fjölskyldu og svona minnihlutahópa í samfélaginu það var eiginlega svona enginn til að líta upp til og jafnvel með móður mína hún sagði það sama á þeim tíma og þá fór maður að hugsa bara það vantar eitthvað til þess að tala fyrir þessa hópa og með tilkomi sósíalistaflokksins þá breyttist allt einhvern veginn hjá mér þá byrjaði ég að vera miklu virkari í pólitík að því ég fann loksins þessa samleiði sem ég var að leita af og er bara mjög stolt af því að vera hér í þessum flokki og geta gert þessa skyldu mína. Já, sama hér, þetta er flokkurinn sem langt mest að viti í finnst mér. Já, sammála því. En manst þú eftir hruninu að hafi það eitthvað svona áhrif á þig? Já, 100%. Það hafði mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu en ég held líka vegna þess að ég var það ung að fjölskylda mér tók alveg meðvitað ákvörðun að frekar að hlífa mig fyrir öllum svona neikvæðum upplýsingum af því sem var að gerast hjá þeim svona á þegar kemur að fjármálum þeirra. Já, voru ekki að segja þér mikið frá hversu slæmt þetta var? Nei, en maður sá það alveg, það var mikill kvíði, mikill stress og bara þetta voru erfiði tímar. Þau voru að reyna að gera sitt besta eins og bara flestar aðra fjölskyldur og það var alveg takmarkað hvað maður getur gert sem barn og ef maður getur ekki gert þá er maður einhvern veginn bara að hlusta og taka þetta allt inn. Kann ekki miklar skýringar á þessu en ég veit maður hvað er í gangi en maður upplifir stressið og algjörlega, það gerir það sko. Já. Og hvað, ólst upp inn í Reykjavík? Já, ég ólst upp í Breiðholtinu. Bjó þar bara frá því fæddist og búið þar í 18 ár, svo flutti ég yfir í Laugardalinn og já, við bjöggum bara í svona blokkaríbúð sem
í þeim parti á Breiðholti sem var svona stimplaður sem gettói og það finnst mér alveg stórmerkilegt þegar fólk fyrir einhvern veginn svona stimpla bæjarfélög einhvern veginn sem eitthvað. Kannski ekki við heldur í dag, þetta er svona orðið kannski aðeins Nei, alls ekki. Og síðan þá kannski einmitt þarna fólk sem á minni peninga sem þar. Já. En hvað myndir helst vilja sjá breytast svona á Íslandi bara, þú veist, ef við erum að tala um sósíalisma, hvernig innleiðum við sósíalisma? Nú er sagt að við séum með svona ákveðna gerðar sósíalisma, við erum með þessi velferðarkerfi og svona. Hvernig tökum við á fátækt? Þetta er rosalega góð spurning. Stór líka. Stór líka, en ég held að það sé bara ekki til ein leið til þess að takast á við fátækt. En mér finnst góð byrjun til að mynda að ræða þetta vandamál og ekki vera hrædd við að tala um fátækt. Vegna þess til dæmis við heyrum aldrei fólk í stjórnastöðu vera að segja blátt út, bara það eru fjölskyldur sem eiga lítið á milli handana, það eru fjölskyldur sem ná ekki að lifa á sinni framfærslu og það er bara sannleikurinn í samfélaginu sem við þurfum að horfast í augu við og leið og við tölum meira þetta og að við horfum á þetta sem ekki eitthvað eðlilegan hlut, þá held ég að það getur stóri hlutir gerst í þeim málum og náttúrulega við fólkið í landinu, við getum bara öskrað að eilífu yfir að við þurfum eitthvað til þess að hjálpa þessum minnihluta hópum en það mun ekki gerast fyrir en fólk í stjórnarstöðu virkilega tekur á sem hlutum. Þarf að svara fyrir það sem að gerast og fara að gera eitthvað í málunum. Já. Bara eins og maður tala um skattheimtu að nú er verið að skattleggja vinnandi fólk mikið meira hlutfallslega en að vera að skattleggja ríkasta fólkið. Sko. Þetta er svo mikið svona, þau eru svo tátengt raunveruleikanum. Þau skilja ekki raunveruleikar sem er í gangi á Íslandi sem er mjög skiljalegt af því þau búa bara í sinni búblu alla daga en hvað með okkur hin? Og það er ósanngjarnt að vera að skilja heilan þjóðfélagshóp út. Algjörlega. Kannski eru að snerta þarna og líka forréttindablindunni. Já, einmitt. Og maður vil ekki vera að ásaka neitt þannig að þetta er bara svona frekar náttúrulegt sem gerist ef þú ert í svona efri millistétt og þú ert alltaf vanið því og allir kringum þig eru líka í því þá fattar ég kannski ekki alveg hvernig það er að vera einstæð móðir sem er nýflutt á landið og þarf virkilega að hafa fyrir öllu sko. Sérstaklega þegar velferðarkerfin standa höllum fæti og það grunnþjónusta fyrir að vera dýr og svona. Algjörlega. Svona leikskólanir oft, þú veist, fólk er að borga 40 skall eða 60 skall á mánuði fyrir börnin, sko. Náttúrulega fólki í efri stöðum, þau sjá ekki þessa erfiðleika vegna þess að launin þeirra hækka með öllu hinu og að tekur ekkert á eski þeirra þegar það hækkar fyrir læknisþjónustu eitthvað svoleiðis. Þess vegna eru þau kannski, þá eru kannski að tala um svona harðasta efri stétta fólki sem að vill engafa heilbrigðisþjónustuna og svona og þau er náttúrulega efni og þá getur þjónustan kannski verið betri fyrir þau sko, en ekki fyrir hina. Nefnilega. Það myndi kannski fara með samfélagið á svolítið slæman stað ef við værum að fara í það átt, einhverjum svona Thatcher, breska Thatcher átt, Ronald Reagan að taka þetta allt í sundur að þá er þið náttúrulega sársökin og eymdin bara meiri fyrir milli og lágstéttinar og einmitt. Þetta er svona lýðhelsu og félagshelsu mál sem verður bara að taka á. Algjörlega. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að fólki sem við kjósum í þessi stöður er fólk sem getur representað alla í þjóðfélaginu. Einmitt. Má ekki vera að berjast bara fyrir hagsmunum efri stéttana. Nei, einmitt. Til lengdar, það er bara hrikalegt. Alls ekki. Af því þessi hópur mun alltaf stækka, mun alltaf vera til staðar. Svo það er upp á þeim komið hvernig þau vilja takast á þessu. Hérna daginn og þetta eru pælingar svona hver munurinn á milli ákveðna stétta. Það er svona, þú sér það stundum í persónuleika fólks úr hvaða stétta kemur. Að ef maður er fátækari þá er maður alltaf mun þakklátur fyrir allt sem maður fær og maður er ekki nærriðins tilætlunarsamur. Þegar maður fer á veitingastæði eða svona þá segir maður alltaf takk og alveg bara takk fyrir og það er ekki of dýrt og passa og segir mjög mikið og tekur einhverjum kaupsamning og þú bara þetta er frábært skilur ekki. Akkurat. En svona fólk sem er kannski á efri stéttunum og það er vant í að virkilega sækja sinn rétt og svona mikið tilætlunarsama semra
en tilætlun og samara. En maður kannski ætti líka að vera þannig stundum, sko. Að stundum þetta svona, þú veist, maður veit ekki hvað þetta maður er alveg upp í þessu að þurfa að vera alltaf þakklátur fyrir það sem maður fær og þorir ekki alveg að pressa á því sem maður er á rétt á og annað, en þetta segir okkur einmitt ýmislegt, sko. Já, þetta snýst líka bara svolítið mörk vegna þess að það er stundum erfitt fyrir marga að vita hvar sín mörk liggja og við ætlumst alltaf til að við góða í fólki og kannski þess vegna eigum við svo erfitt með ef einhver gerir mistök eitthvað sem það eru bara, þetta er alltaf engar áhyggjur eða eitthvað fyrir yfir mörkin okkar þá einhvern veginn eigum við erfitt með að stoppa það. Það er ekki gott einmitt. Já, þurfum að læra að skýra svona markstjórnun einhverja. Það er alveg krúsal. Einmitt. Og áttirðu marga vini á þínum aldri sem voru í svipaðri stöðu? Eða? Sko, því ég var í svona 1. til 5. bekk þá voru allir vinir mínir frá öðru bergi brotin og ég veit ekki hvort að það hafi gerst eitthvað viljandi eða ég hafi bara tengt einmitt mest við þau vegna þess að þau áttu annarkvort eitt eða bæði foreldrar sem voru frá öðru landi og voru innflytjendur svo þetta var svona mest minn hópur og ég hef alist mjög mikið upp með þannig að fólk sem er komið frá öðru löndum oft hugsa ég bara svona ekkert illa meint með því en bara núna á ég mjög mikið að hvítum vinum sem eru þú veist svona bakgrunnur þeirra er allt öðruvísi en minn var þegar ég var barn og ég veit ekkert hvort að við tengjum náttúrulega við erum með mjög svipaða hugmyndafræði hvernig skildi stjórna samfélagi en þau kannski ekki þekkja hvernig það er að vera barn innflytjenda og að eiga erfitt vegna bara kynþáttar og húðlits. Já, þetta er mjög sterkt þessi forréttindablinda og á öllum stöðum og ég vil ekki vera þannig að maður sé svona ásaka fólk það, þú veist, því það er enginn held ég svona beint að gera þetta viljandi. Nei, alls ekki. Þetta er bara partur af menningu hvers og eins. Og ég er ekkert eitthvað alltaf meðvituð það ég sé. Það er brjálið forréttindi sjálfur líka bara að vera í Íslandi, sko. Algjörlega. Brjálað ofbeldi. 100%. Algjörlega. Þá getur maður orðið blindur af það einmitt líka. Það er fyrir þriðja heimslöndin og svona. Já. Sem verða mest fyrir heimsvaldastefnunni og annað sem við kannski könnumst ekkert við. Já, ég fæ nefnilega mjög mikið reality check þegar ég fer heim til Ekvador og er með fjölskyldunum minn þar og þetta er bara svo allt öðruvísi. Þetta var náttúrulega menningarsjokk fyrst ég fór þangað en fjölskylda mömmu sem býr þarna úti er búin náttúrulega í svona þriðja heimsríki eiginlega næsti. Ekvador hefur farið eiginlega versnandi, svona samfélagslega séð bara sérstaklega út af COVID og öllu þessu. Þetta er land sem fær mikil áhrif sín frá Bandaríkjunum mitt svo að það sem Bandaríkin gerir þá verða þau einhvern veginn að hlusta. Og það verður mikil afskipti þannig líka. Já, mjög mikil og ekki góð samskipti. Nei. Sem gerir það verkum að mörg milljón manns lifa í fátækt þarna í dag. Svo, já, það er samt bara hollt fyrir mann að fara í svona umhverfi og vera í því, læra að lifa í því. Já, mjög. Og hlusta á annað fólk sem er í því umhverfi. Ég hef ekki ferðast mjög mikið sjálfur en það er vinur minn frá Eskifirði, ólst þar upp tíma og hann var úr pappan svo mjög vel stæður læknir og svona þekkt og góð fjölskylda fyrir austan og hann var bara svona svolítið hægri sinnaður og bara eitthvað forréttindablindur og njóta sín sko en svo fór hann í ferð til Indlands og hann hefur sagt mér frá þessu sko hann var þar í ykkur 2 vikur og hann var bara í sjokki bara að sjá fátæktina og allt fólkið og ymdina og hvað hennar sko hann er mjög outspoken kommunisti í dag. Já. Þannig að einmitt þetta. Það passar. Það passar, sko. Þetta hefur áhrif á mann eflaust að sjá svona. Algjörlega. Og maður ætti
að því það gengur ekki að vera alltaf í sinni þægindarhring alltaf. Einmitt. Maður á að vera að hvetja fólk til þess að gera eitthvað öðruvísi, sjá öðruvísi menningaheima. Það er bara hollt í alla staði. Tengja við aðra. Já, algjörlega. En talandi Suður-Ameríku að þá eru ég og þú að fara að taka smá viðtal við hann César A. núna næsta mánudag, ef mann rétt. Já, einmitt. Og hann kom til okkur á rauðaborðið með erpi. Já. Og hann virðist vera með mjög mikla þekkingu á Suður-Ameríku og bara við erum spennt að gera það. Já, ég sá einmitt þáttinn. Það var mjög fróðlegur þáttur og alltaf gaman að heyra sögur mína álfu þannig séð. Já, Suður-Ameríku. Og því miður það allan að maður að tala afskipti annarra ríkja og svona, það er alveg Bandaríkjanna alltaf, það er þetta mjög dimm og löng saga. Alveg rosalega. Maður skoðar þessa lista, þú veist bara yfir ártölin og innrásinnar eða málaliðanir á vegum Bandaríkjamanna, það er bara endalaus listi bara. Já, ég held að gleymi svolítið hvað Suður-Ameríka býr yfir svo mikilli sögu, sérstaklega þegar maður lítur á stjórnmálasögu Suður-Ameríku. Það er bara endalaust. Og ekki allt gott. Ekki allt gott, því miður. Alls ekki. En já, er eitthvað meira sem við viljum koma að? Ég held ég sé búin að nefna allt sem ég langaði að nefna. Já, voru gaman að spjalla við þig. Já, sömuleiðis. Og við minnum á fundin á morgun klukkan 8 og logokeppnina. Ef þið eru með góð logos sem ykkur dettur í huga að búa til, þá getið þið senda á ungir@sosialistaflokkurinn.is og svo getið þið fylgst með á Instagram, Facebook, TikTok og allt þetta dót og séð hvenær við erum með næsta bíókvöld. Kristbjörg, takk hérlega fyrir. Takk fyrir mig. Og sjáumst.